Sækið forritið Blender með því að fara á blender.org. Þá ætti að vera svona download-hnappur hérna. Þið sótt það og sett það upp. En Blender er sem sagt notað í bæði til þess að teikna hluti í þrívídd frá grunni. Það notað við svona myndbandagerð, klippingar og stuttmyndagerð og þessu þar. En við ætlum að nota það í svona hálfgerða leirmótun. Tekum maður bara svona kúlu og fyrir að leika sér aðeins með hana. Sýnum þetta smástund. Þannig að þegar þessi gluggi kemur, þá völum við hérna sculpting, smellum á það og þá ætti að birtast þessi kúla. Og ef maður heldur inn í miðju takkanum, þá getur maður snúið svona, það sést ekkert núna, sýna það betur eftir. Ef maður zoomar inn á þetta, með því að nota miðjuhjólið, þá sér maður að þessi kúla er gerð úr svona litlum kössum. Og það sem maður getur gert er að maður getur teiknað á þetta og þá lyftist yfirborðið að ýtist það inn. Maður getur gert það með mismunandi hættum. Allir þessi möguleikar hérna vinstra megin eru notað til þess að tosa og ýta þessu yfirborðið á mismunandi vegum. En ef maður ýtir hérna bara á mústakkan, dregur þetta, að þá sjáum við það kemur hérna líka vinstra megin upp. Það er því að þetta er speglað, þannig að hérna er akkurat miðjan og það er þetta svona speglað og það er út af því að þetta X hérna er valið. Ef við viljum ekki þetta sem speglast, þá bara smellir maður þetta X og þá er það farið. Þannig sjáum að þegar við byrjum að lyfta þessu upp, þetta virðist vera svona hálfgert blurry. Og það er bara því að upplausnin í þessum aðgerðum sem við erum að gera, það er þess að lyfta þessu yfirborð, hún er það gróf að þá kemur þetta svona eins og þetta sé svolítið gróft. Þannig að þess að við gerum til þess að bæta úr þessu, það er að fara hérna, haka við dyntopo og sjá að það verður þetta eiginlega bara næstu í verra, en það er að því maður þarf að gera inn á stillingu. Ef maður smellir hérna, þá getum við breytt þessu hérna detail size. Og ef ég til dæmis skrúa þetta upp í 20 eitthvað og prófa að teikna aftur, þá sjáum við að það verða til svona hálfgerðir þríhyrningar. Yfirborðið verður rosalega gróft og ónákvæmt. Þannig að ég ætla að ýta á Ctrl-Z fyrir undo og ég ætla að skrúa þetta niður. Og ef ég er með þetta í svona 3 eitthvað svoleiðis, þá er þetta bara mjög flott. En þetta reynir svolítið á tölvun ykkar, þannig að þið verður svolítið að stilla þetta eftir bara hversu öflug tölvun ykkar er. 3 er bara mjög fínt, en þið getur kannski þurft að fara með þetta aðeins hærra þannig að tölvan sé ekki alveg að skýta á sig. Ef ég held Ctrl-inni og ýta músina, að þá fer ég inn í þessa kúlu. Ok. Síðan eru þessi mismunandi möguleikar og það sem maður þarf að gera bara til að byrja með, að það er bara að fara gegnum lista og bara prófa og sjá hvernig þetta lítur út og hvað hvert og eitt gerir. En þið þurfum ekkert að nota allt þetta. Þetta er sem til þess að gert hérna nef. Dæmi. En það sem notið til dæmis ef við viljum búa til kannski aðeins stærri fígúru, búa til háls eða hendur eða eitthvað búk, þá er maður að nota mikið þetta hérna er grab. Þannig að grab því það að maður getur gripið í kúluna og tosa hann út. Þannig ef ég gríp hérna held músinni og tosa út, þá getur ég gert svona. En þið sjáu að það verður svolítið svona sem ég hefði átt að gera. Ég gerir undo. Þegar ég hætti að nota stærri bursta. Þið sjáu að þessi bursti sem ég er með, maður kallar þetta bursta, þessi gulu hringir, það er minni hringurinn er radíusinn, það er svæðið sem maður er að vinna með. Stærri hringurinn hann heitir fall off. Og það er svona ákvarður svona yfir hversu stórt svæði þú nærð eiginlega að
hafa áhrif á. Og ég get farið hérna í radius og breytt þessu í kannski 250, þá er hann orðið miklu stærri. Þannig að núna ætla ég að fara hérna, tósta út og tóstar hann miklu stærra svæði. Ég get alveg tóstað þetta svolítið út. Ég get farið síðan hérna undir og tóstað þetta eitthvað niður. Þannig að nú er ég kannski með of stóra radíus, ég er að tósa allt þetta hérna svæði líka út. Ef að ykkur finnst, ef þið viljið mýkja yfirborðið, þá getur maður haldið, þetta minnka aðeins hérna byrstæðina. Þið sjáu hérna til dæmis þetta hérna, hvað þetta er gróft. Ef ég vil mýkja yfirborðið, þá held ég shift inni og þá er það smooth. Maður heldur shift inni og þá virkar það sem smooth. En í meira ætlum við ekki að fara í þetta forrit, nema það sem ég vilja bara gerið er að þið byrjið bara með svona kúlu og bara fiktið í öllu. Tósa hérna til, lyftið henni upp, æðið ykkur að vinna með þetta, zooma inn og zooma út. Og muna að kveikja á Dynturbo, prófa að fikta minna radius og strengþið bara því hversu mikið þú ert að tósa inn eða út. Fikta þess með það. Síðan þeir eru búin að fikta þessi í þessu og þá farið þið bara í File og New og gerið sculpting. Við ætlum ekkert að seifa þetta en bara byrja með nýtt og reyna að gera eitthvað fínt og flott. Og það þýðir eitthvað aðeins meira en að bara vinna með þessu kúlu. Reyna að búa til eitthvað fíguru, búa til eitthvað skrímsli, búa til mannesku eða dýr eða eitthvað svoleiðis og fikra ykkur áfram í þessu.